Já, þau eru sest hérna hjá mér Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir og Gerard van Vliet. I will speak to you later, a bit later, Gerard. Sigurbjörg, við ætlum aðeins að fara yfir það hvernig við eigum að hantera þessa rannsóknarskýrslu. Menn að vera að tala að Alþingi, nú er Alþingi búið að setja nefnd það hvernig eigi að taka á því þegar skýrslan birti. Sumir halda að Alþingi ætla þá að fara að stinga málinu undir stól eða ritskoða skýrsluna. Ég veit svo sem ekkert það, en það er líklega rétt að við þurfum að vita hvernig við ætlum að gera þetta þegar hún birti því að þetta verður ókaflega stórt og mikið verk. Já, og við þurfum að vita það fyrirfram. Þannig að það sé ekki verið að möndla og kokka upp einhverja aðferðir eða eitthvað ferli eftir að skýrslan er komin. Það verður bara til þess að auka á tortryggninni í samfélaginu. Nú ég eins og bara svo margir aðrir hef mjög miklar áhyggjur af þessari reiði og þessari tortryggni vegna þess að hún er komin á það stig núna og hún er farin að næra sjálfan sig. Og þegar það verður langvarandi þá þróast hér og grefur sig samfélagsmein sem er stórhættulegt fyrir svona smáþjóð. Hún verður svo berskjölduð fyrir alls konar manipulasjónum og það er hægt að spila hér upp útlendingahatur og allskyns vitleysu sem flestir í þjóðinni vilja ekkert kenna sig við. En þannig að það sem ég gerði, ég kynnti mér svona starfsemi svona þessari helstu sannleiksnefnda sem oft er vitnað til. Ég kynnti mér aðeins hvernig þær hefðu hagað sínu starfi og þá sérstaklega í kringum skilin. Og aðeins í sambandi við þetta annars vegar, þessi tortryggni, að leið og barst út að það þurfti að fresta, nefndin bað frest, þá fór allt af stað og mikið titringur og alltaf fór í gegnum samfélagið. Saman að segja þegar fólk heyrði af frumvarpinu sem átti að fara að semja það hvernig á að hvers konar málsmeðferð á skýrslan að fá í þinginu, þá fór líka allt af stað. En þetta allt er mjög mikilvægir hlutir að gera. Annars vegar, það er mjög skiljanlegt að nefndin bað frest. Það hafa flestar sannleiksnefndir beðið frest, fengið svona 2-3 mánaða frest. Það er mjög eðlilegt. Nú frumvarpið er til þess fallið að koma með svona málsmeðferð fyrirfram og að almenningur geti haft aðgang að því fyrirfram. Séð í hvers konar meðferð þessi skýrsla fer. Ég hef tekið svona nokkra punktar saman sem er mikilvægt kannski til þess að mæta til þess að hvernig við ætlum að hafa okkur hér í janúar. Og hvernig eigum við að taka á þessu? Þannig að þetta verði nú traustvekjandi. Já, í fyrsta lagi það getur til dæmis, rannsóknarnefndin, hún getur til dæmis sjálf haft mjög góðan aðferðafræðikafla í skýrslunni. Það sem er algjörlega gert grein fyrir því hvaða aðferðum var beitt til að fá þessar upplýsingar. Og það er mikilvægt fyrir síðara tíma rannsóknir þegar aðrir fara að gera rannsóknir á skýrslunni. Að fá svör við öllum aðferðafræðilegum ákvörðum sem voru teknar. Það verður alveg að liggja skýrt fyrir. Þannig að það hjálpar upp á trúverðugleikann. Það sem hins vegar snýr að Alþingi og þá sérstaklega forseta þingsins sem ég held að komi til að mæða mjög mikið á núna á næstunni. Að því einhver verður að tala og tala við fólkið og það er mjög mikilvægt að byrja að tala við fólkið núna strax það hvernig ætlum við að fara að snúa okkur í þessu. Og þá á ég við það hefði til dæmis verið mjög gott áður en að fara að drafta eða gera drög af frumvarpinu að forseti þingsins gerði grein fyrir því bara til þess að draga úr þessum tortryggnisöldum. Nú, í fyrsta lagi þá þarf að vera að tryggja algjört gegnsæi í meðferðinni í þinginu. Og aðferðafræðin málsmeðferðarkerfið eða hverjir eru skipaðir í nefndir og svo framvegis, það þarf að liggja fyrirfram áður en skýrslunni skilað. Og þá þarf líka þingið að gera grein fyrir því, eða forseti þingsins að gera grein fyrir því, hvað hefur verið gert til þess að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra. Það kann að vera að einhverju þingmenn tengjast máli sem þarna kemur fram. Og hvernig er það tryggt að við stöndum ekki frammi fyrir slíkum árekstrum og sem gæti haft með trúverðuleika þingmannsins að gera. Það þarf að gera grein fyrir því. Nú það þarf að ákveða fyrirfram með góðum fyrirvara skiladaginn. Hvenær afhendir nefndin þjóðinni eða þinginu skýrsluna og þá væri best og væri mjög heppilegt að það er boðað til fréttamannafundar og þangað er þið boðið bæði innlendum og erlendum fréttamannum frá helstu fréttastöðum heims. Það er þið afhent á fundinum handátt sem er með samantekt úr skýrslunni og það þarf að vera á öllum Norðurlandamálum, hollensku, þýsku, ensku. Þannig að það er mjög mikilvægt að það er í þessum löndum. Og þú meina að það verði fylgst með þessu frá útlöndum? Tvímælalaust. Þessi skýrsla kemur út? Það er tvímælalaust. Og hún sé mikilvæg? Það er mjög tvímælalaust. Það verði fylgst með henni og það verði fylgst með útgáfu hennar. Það eru aðilar sem
fylgjast mjög vel með starfsemi rannsóknarnefnda af þessu tagi. Vegna þess að þeir eru að safna gögnum og bera saman hvernig þessar nefndir starfa. Og ég ætla aðeins að segja eitt í sambandi við þessu. Mér til dæmis hafa vantað á það að eyða öllum misskilningi. Varðandi það hvað á þessi nefnd að koma með. Það er mjög mikið, hún skrifaði mjög góða grein í Fréttablaðið mitt í gær, hún Bryndís Hlöðversdóttir, sem hjálpar mjög mikið við það að reynsa til allan misskilningu. Fólk heldur að hún eigi að dæma eitthvað þessi nefnd, fólk heldur að hún hafi eitthvað svona ákæruvald og svo framvegis. En aðeins höldum áfram með þessar aðferðafræði, þá þarf að setja skýrsluna á vefinn, strax, leiðum henni skilað. Síðan held ég að ríkisstjórnin þeirra landa, sem hafa orðið fyrir mestum skakkaföllum vegna starfsemi íslensku bankana, þær eiga að fá afhent samantekt úr skýrslunni á sínu eigin tungumáli og síðan væri það mjög gott til þess að hjálpa þjóðinni inn í þennan svona samfélagslæknandi feril sem við verðum að fara að hefja hérna. Við verðum að fara að ná þjóðinni út úr þessari reiði og fá ykkur svona friðar og sátt og hérna, hvað ég segja, fyrirgefningu og hvað ég segja, sátt inn í þjóðina. Þá væri ágætt að Alþingi sagði til þess að það yrði, bara byði það út, styrk til þess að gera heimildamynd, byggða á skýrslunni. Síðan þarf að taka afstöðu til þess og hér getur rannsóknarnefndin aðstoða við undirbúningin með þinginu. Það þarf að taka afstöðu til þess varðandi afsökunarbeiðni. Hverja á að biðja afsökunar? Hver á að gera það fyrir hönd hvers? Og fyrir hvað á að biðja afsökunar? En það er sko tvennt sem ég óttast kannski og menn óttast með því. Það er annars vegar að skýrslan verði bara hvítþvottur. Og hitt er það að þegar skýrslan birtist þá hefjist þetta hefðbundna pólitíska game sem er alltaf á Íslandi. Því Íslandi er svo gegnsýrt af flokkapólitík. Það sem hver reynir að teygja og toga og það endanum setjum við uppi með bara ekki neitt. Já, sko, þetta er náttúrulega hluti af þessar tortryggni. Þetta verði hvítþvottur og það kom svona mikil umræða hér í fyrra þegar nefndin var skipuð og það er svolítið óheppilegt, svona miðað við aðrar nefndir, það er svolítið óheppilegt að stjórnin sem var við völd þegar hruni átti sér stað og sá stjórnmálaflokkur sem er kannski hvað mest ábyrgur fyrir þessar laissez-faire stefnu sem er nú mikil ástæðan fyrir þessum aðstæðum sem við erum komin í, að það skyldi hafa verið sú ríkisstjórn sem skipaði nefndina. Það hefði verið strax betra, það hefði orðið stjórnarskipti og ný ríkisstjórn hefði skipað rannsóknarnefnd. Það hefði strax gefið henni meiri trúverðugleika. Nú er ég ekkert að tala um fólki þarna, ég held að eins og sakir standa, þá get ég sagt það, svona segi fyrir mitt leyti og mér finnst að þjóðin eigi að gera þetta fyrir sig líka, hver og einn. Það sem við erum að fá í þessari skýrslu núna, við erum að fá það besta sem hægt er að fá í dag. Það er ákveðnum takmörkunum háð, þarna er mjög hæft vísindafólk og fræðimenn og fagfólk á sínu sviði. Það er svolítið mikið líka undir okkur komið hvað við gerum með þetta, en ég tek undir það með þér. Alla svona prósessa, alla svona verkferla og vinnuferla er hægt að rífa úr höndum þeirra sem eiga að stjórna því. Þess vegna er ég að segja þetta. Forseti þingsins þarf að undirbúa sig svo vel til þess að geta haldið á þessu máli, til þess að láta þetta ekki rífa þetta út úr höndunum á þessu almenna lýðræðislega valdi sem þingið er. Og það væri nú kannski bara allt í lagi á meðan á þessu stendur að skipa agameistara. Vegna þess að það er hræðilegt fyrir þjóðina sem er í þessum sárum að horfa á fulltrúa sína í þingsal og horfa á þetta agamandamál, horfa á þetta virðingaleysi. Þjóðfundurum var að kalla eftir virðingu og heiðarleika og miðað við þessar aðstæður sem er í dag þá eru þessu beinleiðis beint að stjórnmálamönnum. En það er náttúrulega skýlaust krafa að það verði unnið úr þessari skýrslu að heilindum. Þetta verði ekki bara eitthvað pólitískt. Aðeins síðasti punkturinn, það er það að þegar þingnefndin sem verður skipuð til þess að fara að vinna úr þessu, þá verður átt okkur á því að það er að fara að tala við kunningi sína og rannsaka mál vina sinna. Ég held ekki að þetta fari vel á því að skipa nefnd utan við þingið sem vinnur fyrir þessa þingnefnd til þess að fara ofan í skýrsluna betur, þar sem að leggja þar mat á varðandi til dæmis ráðherraábyrgð. Til dæmis ráðherraábyrgð. Ég tek heils huga undir þetta sem hún Sigurbjörg var að segja og ég náttúrulega hef aðeins séð þessi drög að þessu frumvarpi og þau hafa farið versnandi eftir því sem hafa komið fram fleiri drög. Að mér finnst eins og þingið sé að einhverju leyti að reyna að slá skjaldborg utan sjálf sig við þessa skýrslu og hvernig á að vinna úr henni. Og það verður að gera það öðruvísi heldur en að lagt er til í þessum drögum að frumvarpi sem að verða að leggja fyrir þingið. Því að það, sko, þjóðin hefur enga trú á stjórnmálamönnum og þingmönnum. Og þingið verður, sko, það er krúsjál að þingið fari að reyna að vinna sér inn einhverja virðingu og trúverðuleika
og þetta tímapunkturinn til að gera það. En þingið getur ekki ákveðið sjálft hvernig það fjallar sjálft sig í sko framhaldinu. Þetta óendanlega mikilvægt hvernig verður farið með þessa skýrslu. Það er óendanlega mikilvægt. Þingið getur ekki annað.